Verkefnið Heilsa og trú fékk í dag hvatningarverðlaun í heilsuferðarþjónustu. Forsprakki verkefnisins hyggst laða kristna Bandaríkjamenn til Íslands og kenna þeim að nota trúna sem grundvöll að heilsusamlegu lífi. Heilsutengd ferðaþjónusta mjög í tísku þessar mundir ef marka má erlendar rannsóknir sem benda til að heilsutúristum fjölgi 18% á ári. Þeir sem koma hingað á vegum heilsu og trúar fara í 14 daga hreinsandi meðferð, kennslu á andlega sviðinu og leiðtogaþjálfun samhliða föstu. Verkefnið byggir á doktorsritgerð Hauks Inga Jónassonar frá Columbia-háskólanum í Bandaríkjunum sem fjallaði land hins lifandi Guðs. Haukur segir trú og heilsu tengt órjúfanlegum böndum. Markhópurinn eru Bandaríkjamenn, kristnir Bandaríkjamenn sem eru meðal annars þekktir af því að láta sig ekki varða miklu heilsu sína, það að segja líkamlega heilsu sína. Og það eins og að sé eitthvað rof hjá þeim á milli trúarlífsins eða eitthvað slíkt og þess að snúa sér að passa upp á líkamlega heilsu sína. En eru einhverjir peningar í þessu? Mér sýnist það vera í þessum geira, er það ekki, í kristna hægrinu er það ekki, það alveg gríðarlegir peningar, stóra kirkjur, svona vakningakirkjur og slíkt og við ætlum að reyna að greiða svolítið peninga á þessu en ekki með svona megasamkomum einhverjum, heldur með svona frekar litlum hópum sem eru í svona markvissri uppbyggingavinnu einhvers konar.